Í dag ætla ég að fara yfir það með ykkur hvernig ég bý til kennslumyndbönd og ég ætla að sýna ykkur svolítið hvernig ég bý til kennslumyndbönd. Ég hef búið til kennslumyndbönd í mörg ár. Á þessum tíma hefur það breyst töluvert, þó svo ég sé að hluta til ennþá að nota sömu aðferðir og þegar ég byrjaði. Með töluverðum breytingum þó. Ég byrjaði á að taka upp með borðtölvunni minni, var að reyna fyrst með svona leikjaheyrnartólum með hljóðnema, síðan með aðeins skárri hljóðnema, var að reyna að raða púðum í kringum mig, en var alltaf í bölvuðu vandræðum bæði með hljóðvistina og ekki síður hljóð frá tölvunni. Og ekki bara tölvunni heldur í hljóðvinnslunni líka. Því að formagnararnir í svona tölvu ekkert sérstakir. Síðan fór ég að nota spjaldtölvu líka og síðar síman minn og síðan myndavélar. Og ég blanda þessu öllu saman í dag. En í þessu námskeiði þá ætla ég að sýna ykkur nákvæmlega hvernig ég tek þessi myndbönd, hvað ég er að gera. Þannig að þið getið séð og vonandi lært. Þið þurfið ekkert að gera þetta eins og ég. Því að það verður hver og einn að finna svolítið sína leið. Það þurfi ekkert allir að gera þetta eins. Því það sem virkar fyrir mig þarf ekki að virka fyrir þig. En það er alltaf áhugavert að sjá hvernig aðrir gera. Þegar við erum að gera svona myndbönd þá þurfum við að muna að þau þurfa ekki að vera fullkomin. Við þurfum ekki að passa upp á öll smáatriði, en það eru nokkur atriði sem skipta meira máli heldur en önnur. Hljóðið sem dæmi er sennilega svona hvað mikilvægast. Því að þó að myndefni sé ekkert rosalega líflegt eða fullkomið, þá verður vont hljóð þreytandi mjög hratt. Ef þið horfið á myndböndin mín svona, og með það í huga hvenær þau voru gerð, þið sjáið það bara inn á YouTube, að þá er hljóðið í þeim alls konar. Nú sjaldnast verulega vont, ég er svona reynt að leggja mig fram það, en það er orðið betra og betra. En það er ekki fyrir en fyrst núna bara á allra síðustu árum, og bara síðasta árið núna, þetta er tekið í snemma árs 2021, að ég er farin að ná virkilega góðum tökum á hljóði. Þannig að þetta er alltaf í þróun, bæði hjá mér og verður það hjá ykkur líka. En við þurfum að passa upp á ekki bara hvaða hljóðnema við erum að nota, heldur ekki síst hljóðvistina. Bara þegar ég er búin að búa mér til upptökuklefa eins og ég sýni ykkur í þessu námskeiði hvernig ég geri, þá eru ótrúlegustu hljóðnemar sem að virka almennt mjög illa, farnir að virka bara ágætlega, því þá er umhverfið orðið það gott. Við þurfum líka að passa þegar við erum að taka upp, eins og ég er að gera í dag, hvað er í rammanum og hvað ekki. Reyna að losa okkur við hluti sem eru hreinlega truflandi með því að hvar við stillum upp myndavélinni. En þetta skiptir miklu minna máli heldur en hljóðið. Við þurfum að koma okkur vel fyrir. Ef við erum einhvern veginn í hnipri eða föst, við þurfum að alveg vera föst við eitthvað mikrofón eða eitthvað, þá verður þetta allt frekar þvingað. Það er miklu betra að koma sér vel fyrir, þannig að manni líði bara vel og þá er maður auðveldara með að koma því frá sér sem maður ætlar að segja. Ég nota sjaldnast handrit þegar ég er að taka upp. Ég er búin að vinna í fjölda ára sem ökuleiðsögumaður og leiðsögumaður. Þar vinn ég ekki með punta og náttúrulega geta það ekki sem ökuleiðsögumaður því þá er ég að keyra. Þannig ég vani mig á að vinna svolítið puntalaust og sérstaklega handritslaust. En ég stundum með punta. Þess ég hripa hjá mér svona það helsta sem ég ætla að vilja koma fram, aðalega til þess að koma í veg fyrir að ég gleymi einhverju. En það verður hver og einn að finna sína leið í því. Það er engin rétt eða röng leið þegar kemur að því hvort við erum með handrit eða ekki. Og svona kennslumyndbönd, þau verða aldrei fullkomin. Við þurfum að sætta okkur við það að þau eru ekki fullkomin. Gera bara okkar besta. Því að ef við byrjum ekki að reyna að gera okkar besta þá gerist ekkert. Ég
óð af stað í þetta, vissi og kunni ekki drosalega mikið, hjálpaði mér vissulega, ég hef áhuga á myndavélum og svona tæknibúnaði, en ég fann út úr þessu, hægt og rólega. En hér á eftir þá ætla ég að fara yfir hvernig ég bý til myndbönd með spjaldtölvu, í borðtölvu, hvernig ég bý til upptökuklefa og sýna ykkur örlítið hvernig ég bý til myndbönd bæði með síma og myndavél. En nú er þetta bara svolítið í ykkar höndum þegar þið eru búin að horfa á þetta námskeið að fara og búa til myndbönd. Gera fleiri heldur en færri, helst birta sem flest. Þurfið ekkert að birta þau strax, ég gerði það ekki þegar ég byrjaði. En birta samt sem mest, því að þannig græða allir á því sem við erum að gera.